Byrjaði gífurlega vel fyrir okkar menn sem komust yfir snemma leiks eftir að Paul Nardin markvörður Frakka braut á Ævari Inga Jóhannesinni innan vítateigs. Paul fékk í kjölfarið að líta rauðaspjaldið. Varamarkvörðurinn Moez Hassen varði vítaspyrnuna frá Ólafur Sigurjónssyni sem fylgdi þó eftir með markim og staðan orðin 1-0 eftir 10 mínútna leik. Bæði lið fengu færi en Frakkarnir jöfnuðu þegar að 5 mínútur voru til hálfleiks. Aymeric Laporte fyrirliði Frakka og miðvörður Athletic Bilbao skallaði boltann í netið eftir fyrirgjöf frá Benjamin Mendy. Staðan því jöfn 1-1 þegar að liðin gengu til leikhlés. Strax í upphafi síðari hálfleiks tókst Íslendingum að komast yfir. Hjörtur Hermannsson skallaði þar boltann í netið eftir sendingu frá Aroni Elís. En þegar 5 mínútur voru til leiksloka fengu Íslendingar aðra vítaspyrnu. Oliver fór aftur á punktinn og í þetta sinn skoraði hann af öryggi. Staðan því orðin 3-1 en Frökkum tókst að minnka muninn á lokamínútu venjulegs leiktíma. Kingsley með fyrirgjöf sinn Gretchen Kame stýrði í netið af stuttu færi. Strákunum tókst að halda út síðustu 3 mínútur leiksins og tryggja stigin 3 sem gerir það að verkum að Ísland nú með fullt hús stiga á toppi riðilsins eftir 2 leiki.